Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við aðeins að forvitnast vinningshafa ungskálda. Ungskáld ritlistakeppni sem haldin hérna á Akureyri og þetta eru samstarfsstofnananna VAFEMA, EMMA, Akureyrarstofu, Ungmennahússins Rósenborg og svo Amtsbókasafnsins. Og til mín komin sigurvegarinn til hamingju Lilla Stenke. Takk kærlega fyrir. Varstu hissa? Hefurðu mikið verið að skrifa eða? Ég get ekki sagt að ég skrifa mikið en það svona kemur og fer ég á það til þegar mér leiðist. Þegar þið leiðist, þá sestu niður og skrifar eitthvað sem að bara vinnur svo einhverja samkeppni. Þetta var mjög óvart. Já. Ég átti þetta textabrót bara til og mamma segir mér frá keppninni og hálf skipar mér að senda inn eitthvað verk. Ég var mjög hrifin af því sem ég átti til að skrifa en þú veist, er það ekki það sem að foreldrar gera? Jú, þeir hvetja börnin sín til dáða, en frábært. Og hérna, hvað varstu með þarna í skúfunni? Hvaða textabrót áttirðu? Geturðu sagt okkur aðeins hvað þetta er? Þetta er verk sem heitir Ég heyri röddina þína í rigningunni. Þetta er sem sagt skrifað til vinar mín sem að stytta sér líf fyrir ár. Þetta er eitthvað sem var búið að setja svolítið í mér bara síðan í febrúar og ég var búin að reyna að guppa út úr mér í marga mánuði. Það kom loksins í október, eitthvað svoleiðis. Já. Er þetta svona eins og bréf til hans eða hennar? Ekki einu sinni, sko. Þetta er textinn minn byrjar á ég man eftir öllum stundunum sem ég átti með þér. Já, svona þínar hugleiðingar. Þetta er bara... Og ferðu svo kannski yfir þær stundirnar eitthvað? Eða er þetta meira svona abstrakt? Þetta er... Já, ég fer svolítið yfir það. Þetta er rosalega stuttur texti, þetta er bara einhver 200 orð þessu. Já, það er ekki magnið, heldur gæðin. Ok, en þú sagði mér það að þú ert ekki búsett hérna á Akureyri núna. Hvað ert að brasa núna? Ég vinn sem leiðsögumaður á Jökulsárlóni í hjólabátaferðum. Já. Og þú ert hálf þýsk. Mér var svo skemmtilegt, þú aðeins að segja okkur hvað mamma þín var að vilja hérna upp á Ísland. Mamma tók eitthvað uppreisnartímabil sem unglingur fyrir svona 35 árum held ég. Og segir við foreldrar sinna að hún ætli núna að fara til Íslands og þau eru náttúrulega bara, já, einmitt Íslands, sure. Þannig að hún fer bara niður á bryggju og byrjar að pikka í alla skipstjóra sem hún finnur og spyrða hvert sé að fara. Og endar að því að hún reddar sér far til Íslands og kemur sem túristi hérna fyrst. Og svo finnur hún sér vinnu á Íslandi, fer heim og kemur aftur. Þá borðið í þeim bát hann elsku pabbi að vinna. Þar hittir hún hann fyrst. Ástu fyrstu sína og allt það. Og síðan hefur hún bara búið hér á Íslandi og kennir við VAFEMA. Mikið rétt. Þetta er alveg magna. En sóttir þú ritlistasmiðjuna? Þetta verkefni er þannig að það eru ritlistasmiðjur og svo þessi samkeppni. Varstu eitthvað með í því? Já, ég fór á ritlistasmiðjuna núna í ár. Aðalega þegar ég var rosalega súr yfir því að ekki farið í fyrra. Fyrra var einn af mínum uppáhaldshöfundum með ritlistasmiðjuna. Bibbi í Skálmöld, Snæbjörn Dragnars. Alveg frábær. En núna í ár, hver var með hann í ár? Stefán Máni og Bryndís Björgvins? Já. Og þetta var þá hérna bara á Akureyri í Amtinu eitthvað svoleiðis? Þetta var í Verkmenntaskólanum. Já. Það var svona laugardagsmorguns, eigum við ekki að fara á fætur klukkan 9 í fyrramálið. Á ritlistasmiðju? Geðbilun. Og var þetta einn dagur eða margir eða hvernig? Þetta var einn dagur. Við vorum hérna frá 8 morgunin held ég eða 9 til 4 tafla. Og voru margir mættir? Það mætti alveg, já. 15-16, ég man það ekki. Já, þetta er aldursflokkurinn 16 til 25. Hvað ert þú gömul? Ég er 23. Já. Sérðu það ekki fyrir þér að vera með ári? Þú getur nú svarað því. Hvað heldurðu? Ef ég hafa eitthvað gott í pókaðunni, þá kannski sendir mér það inn. Ég veit ekki, ég vil meina að það er eiginlega ekki hægt að skrifa ef þú ert á deadline, sko. Nei. Það þarf að vera organískt ferli einhvern veginn. Já, til að skrifa svolítið bara til þess að koma hlutunum frá mér. Já. Ef maður hefur engan til þess að segja það uppátt við. Þannig að, þú veist, ef einhver segir mér núna sest þú niður og þú skrifar fyrir þetta. Nei, það verður ekki alveg þannig. Ég alveg bara, ritgerðið voru martröðið framhaldsskóla, húfnaður.
Er það, gekk það ekki vel með svona eins og íslensku og bókmyndum? Var það ekki eitthvað svona þitt forti? Jú. Ég gekk reyndar alltaf betur í erlendum tungumálum. Já. Enska klálega uppáhaldsáfengin. Mér fannst bara svo leiðilegt að þurfa alltaf að setjast niður og fá þessi fyrirmæli, núna ætlar þú að skrifa. Mér finnst eitt þú sagði mér áðan, mér finnst það svo merkilegt og gaman að heyra því að nú erum við alltaf að jesús okkur yfir sko niðurstöðum PISA-könnunar og lesskilnings og svona og þetta er svo mikilvægt, mér var svo gaman að heyra það að mamma þín las fyrir ykkur systkininni það ekki alveg bara þangað til síðasta bókin sem þú manst eftir, hvað varstu gömul? Ég er svona 12-13 ára, síðasta bókin sem ég man eftir er 5. Harry Potter bókin. Já, og þá var mamma enn að lesa uppátt fyrir ykkur, mér finnst það magna. Sko, eina ástæðan fyrir að mamma hætti að lesa uppátt fyrir okkur var af því að okkur systkinunum, ég og bróðir minn sem er 2 árum eldri en ég, fannst hún vera alltaf lengi að þessu, þannig að við lásum bókina bara sjálf. Ok, spennan var svo gríðarlega þegar þið eruð að fara að hraða í gegnum þetta. Hún las bara 2-3 kafla á kvöldin, þetta var bara ekkert nóg. Já, það er alltaf ekkert nóg. En þetta held ég sé svolítið lykill, að nota tungumálið svona, lesa uppátt, þó að börnin sé orðin læs og svona. Skiptir rosalega miklu máli, góð málnotkun og... En nú er tíminn hlaupinn frá okkur, frábært að fá þig Lilla og gangið þið vel á ritlistabrautinni sem og öðrum brautum. Takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Takk.